Nú ætlum við aðeins að skoða tröppurit. Hér sérðu hvað kostar að senda bréf til Bandaríkjanna. Við höfum að teikna tröppurit. Tröppurit byrjum við að teikna í raun bara eins og línurit eða súlurit. Við setjum inn sem sagt, hér er í raun núllið. Svo aðeins að laga þetta til. Hér er í raun núllið. Svo er þetta upp í 50 gram. Æ, býtu. Ég ætla að gera þetta eins og þessi, svo ég komi þessu nú allir fyrir. 100 gram. 200 gram. 300 gram. 400 gram og síðan 500 gram. Það sem ég þarf að passa er að hafa bilin svona sirka jafnlöng. Þú veist nú ekki rosalega vel hjá mér, en þið notið rúðurnar og hafið þau jafnlöng. Og þið sjáið, þetta byrjar upp í 0 til 50. Ég á ekki að hafa þennan reit jafn stóran og þennan og svo þennan, því þessi eru misstórir. Ég þarf að passa að hafa þetta jafn langt. Þannig að þetta er þyngd á bréfunum. Ég þarf að passa að merkja hvað ásöfnin þýða. Og þetta er verð. Og þetta nær alveg fara á 250 krónum upp í 2500 næstu því. Þannig að ég þarf að láta hvern reit hjá mér verast kannski cirka 500. Ef ég ætlaði að gera línurit, þá myndi línuriti mitt líti einhvern veginn svona út. En þar sem að þetta, það er í raun engin tengsl, við hoppum hérðan og hingað, þá er í raun rangt að tengja þetta svona saman. Þannig að 0 til 50 gram eru 250 krónur, þá ger ég bara línu hér. Síðan næsta frá 50 upp í 100, það kostar 470 sem er tæplega 500, þá er svo lína bara þarna, ég tengi þær ekki saman. Frá 100 er í raun 101 upp í 250 eru tæplega 1000 krónur. Þá sjáðu ég fyrir alveg upp í 250, 250 upp í 500 eru rétt rúmlega 1500 krónur. Og það er alveg hingað. Og svo kostar nærri 2500 það sem er þar fyrir ofan. Hvað kostar að senda bréf sem er 300 gram? Það fellur inn í þennan flokk. Hér það kostar 1575 krónur.